Komið sæl og verið hjartalega velkomin í beina útsendingu Flokks Fólksins. Þar sem við ætlum að kynna til sögunar á hverjum sunnudegi hér eftir, þar til að við erum búin að kynna þá alla frambjóðendurnar okkar sem ætla að berjast með okkur í komandi kosningabaráttu. Einhverja hluta vegna mér finnst ég nú verði að taka það fram að okkar góða fólk þar streymir hérna á skrifstofu Flokks Fólksins og heldur í rauninni að þessi útsending sé í rauninni bara spjall við fólki okkar á skrifstofunni eins og við höfum áður gert. Komið sæl. En svo ekki. Hjartalega velkomin í beina útsendingu Flokks Fólksins. Þar sem við ætlum að kynna til sögunar á hverjum sunnudegi hér eftir. Já, fyrirgefið hérna smá tæknilegt brass, það nú bara betra. En svo ég haldi áfram sem frá að fá horfið að þá þessi útsending eingöngu á Facebook. Við erum ennþá í blússandi COVID-vörn. Það hefur í rauninni ekkert breyst hvað það varðar, þannig að ég bara hvet ykkur til þess að setja ykkur niður fyrir framan skjáinn heima. Við erum nú flest með fésbókina í fullum gangi, þannig að kíkja bara inn á síðuna okkar á Facebookinu. Síðan mun þessi þáttur einnig verða settur inn á heimasíðuna og það verður hægt að horfa á hann eftir á. En já, það er leitt ef það þessi misskilningur, en allavega svo að það sé sagt að þá ætla ég nú að snúa mér að gestinum okkar sem að ég náttúrulega springa stolti að fá að kynna fyrir ykkur hér í dag, sem að engin önnur en Ásthildur Lóa Þórsdóttir sem að formaður hagsmunasamtaka heimilanna. Og hún sem sagt ætlar að koma með okkur í baráttuna og hér erum við sem sagt að kynna hana og ég sé bara hjartalega velkomin Ásta Lóa, eins og þú ert nú kölluð oftar en ekki. Ásta Lóa, það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt. Ég segi bara takk. Og hjartalega velkomin og nú langar mér bara til að gefa þér svolítið sviðið og biðja þig að segja okkur hver Ásta Lóa og hvers vegna Flokkur Fólksins? Já, það svo sem hver Ásta Lóa? Ég nú svona bara eina af þessum ósköp held ég venjulegu konum sem að hélt að ég myndi aldrei blanda mér út í nokkurn skapaðan hlut sem að héti barátta eða stjórnmál eða nokkuð annað. Ég sem sagt ég gift og ég á 2 uppkomna stráka, ég segi stundum þessi barnlaus þar sem þeir eru báðir orðnir meira en 18 ára. En og kennari og síðan sem sagt bara hélt ég í mörg ár að allt væri bara í mjög góðu lagi á Íslandi og Ísland væri bara eins og sagt besta land í heimi og allt það og ég reyndar held ennþá að landið sé það en ekki kannski alveg kerfið. Og síðan eins og kannski margir vita þá ég ein af þeim sem lenti illa í hruninu og tók þessi svokölluðu gengistryggðu krónulán og í rauninni lendi þá inn í baráttu sem að stóð í 11 ár þangað til að mér tókst að bjarga því sem bjarga varð fyrir rétt rúmlega ári síðan í nauðarsamningum við banka. Þannig að þetta tók þessi barátta við kerfið búið að taka ykkur hátt í 12 ár? Já, hún gerði það og hefur tekið gríðarlegan toll og einhvern veginn hefur eitt leitt af öðru og eftir ég fór svona aðeins meira að fór inn á opinberan vettvang svolítið með þessa baráttu að þá enda ég inni sem formaður hagsmunasamtaka heimilanna og já. Þannig að við getum sagt að þessir erfiðleikar þínir hafi í rauninni ítt þér þangað því að fannst þú bara hreinlega að verða að gera eitthvað og reyna að miðla þinni reynslu og reyna að berjast gegn þessu óréttlæti. Það bara var ekki annað hægt. Það bara einhvern veginn, það var ekki annað hægt. Maður einhvern veginn stóð bara agndofa yfir því hvernig hægt var að koma fram við fólk og yfir því hvernig við hjónin náttúrulega uppalega horfðum sá maður náttúrulega meira sína hlið og bara það sem við vorum að gangi gegnum en í rauninni bara hvað allir hvernig var hægt að brjóta á fólki í kjölfarið á hruni og í aðstæðum sem að ekkert okkar bar í rauninni neina ábyrgð á. Nei. Og að þetta hafi endað með þeim ósköpum sem að, ég segi enda, það í rauninni sér ekkert alveg fyrir endan á þessu, en að 15.000 fjölskyldur hafi nú þegar mist heimili sín, það næri engri átt, ekki nokkur einustu átt. Og það hefði aldrei átt að gerast, ekki bara ef rétt hefði verið staðið á málum, heldur einfaldlega ef að lögum hefði verið fylgt og mannréttindi fólks virt.
Heldurðu kannski Ásta Lóa að við séum kannski að upplifa að einhverju leyti það sem að gerðist hér í efnahagshruninu 2008, núna til dæmis verðbólgan þvert á það sem að fjármálaráðherra hefur tjáð okkur á Alþingi, bæði mér og Guðmundi Inga, þegar við erum að spyrja út í hvers vegna núna í þessari ótrúlegu kreppu sem við erum að gangi gegnum núna, hvers vegna ekki sett belti og axlabönd á fjölskyldurnar og lánheimilanna, af hverju verðtrygging af neytendalánum ekki tekin úr sambandi akkurat núna og bara burt með hana. Og svörin eru bæði hjá hæstvirtum fjármálaráðherra og seðlabankastjóra. Við þurfum ekki að hafa neina áhyggjur, en síðan þá þessi verðbólga sem sagt komin í 4,3%. Þannig ég velti fyrir mér, hefur einhver á svona reiðum höndum hvað í rauninni þessi hækkun, verðbólguhækkunin hefur í rauninni kostað og að kosta heimilin? Er í rauninni að hækka skuldir heimilana mikið akkurat núna? Já, sko, það eitthvað í kringum milli 60 og 70 milljarðar í svona einföldum útreikningi. Við skoðuðum þetta aðeins núna, ég og sérfræðingur Hagsmunasamtakanna og 4,3% hækkun eða sem verðbólga sem að kemur fram núna í mars og kemur ekki fram fyrir 2 mánuðum eftir hún birt, að hún þýðir ósköp einfaldlega ef að lán hefur verið í frystingu, þetta þarf að draga frá ef það einhver afborganir, en svo við heldum þetta bara einfalt, að þá það 430.000 hverja 10 milljónir. Þannig að fólk getur bara svo reikna út frá því, ég meina þá það næstu í 13.000 af 30 milljón krónu láni sem að hafa núna bæst ofan á láni. Við hjá Hagsmunasamtökunum byrjuðum að vekja athygli á að það yrði að verja heimilin. Ég held við höfum sent frá okkur að fyrsta opinbera frá okkur þann bréf til fjármálaráðherra eða hvað það var, þann 11. mars í fyrra. Þannig að við erum búin að vera að berjast. Það sem þið eruð að byrja að flagga í rauninni. Það sem við erum að flagga heimilunum. Sjáu þessa vá hugsalega fyrir dyrum við sjáum þetta fyrir okkur. Og viljið byrja brunnin áður en að fjölskyldunar aftur felldar ofan í hann. Já, og það óhætt að segja að það hafi bara fengið afskaplega lítil viðbrögð. Í rauninni hefur ekkert verið gert ennþá til þess að verja heimilin, ekki neitt. Það hefur verið farið í leiðir, einhverjar aðalega gagnvart fyrirtækjunum og svo hefur verið boðið upp á frystingar og eitthvað svona sem bankarnir buðu upp á, en það hefur hvergi, yfirlýsingi sem við vildum fá var enginn missi heimili sitt vegna COVID-19. Enginn missi heimili sitt vegna þess sem að kemur út frá COVID-19. Og það pólitísk ákvörðun, það bara ákvörðun sem það að taka. Að það gerist ekki og hún hefur ekki fengist tekin og við reyndum í fyrra, við vöktum athygli á þessu að það yrði að setja þak á verðbætur lánana og svörin sem við fengum frá, fengum svo sem held ég man ekki hvort við fengum nokkur beinsvör, en það var svona rætt þetta í fjölmiðlum og annað og það var bara sagt verðbólgan fer ekkert upp fyrir markmið Seðlabankans. Og við sátum hérna og sögðum og skrifuðum og bara býtu hvernig getið þið lofa því? Ef að Seðlabankin hefur yfirleitt alltaf haft stjórn á verðbólgun og hefur getað lofa því, okkur í ósköpunum með verðbólgun það yfirleitt farið eitthvað. Og okkur í ósköpunum var þá 15.000 fjölskyldur bornar út á götu í síðasta hruni. Nákvæmlega. Ef það hafa vitað þetta allt svona og svo óbúslega. Og svo sagt núna og svo var sagt þá að ef að til kæmi þá yrði eitthvað gert fyrir heimilin til að verja þau. Og hvað gert núna? Ekkert. Það hins vegar hafa komið yfirlýsingar að sem sagt, þetta muni ganga fljótt yfir, en málið að þá skaðinn skeður. Vegna þess að þá lánin búin að hækka. Þó að verðbólgan muni lækka aftur, þá þessi hækkun komin til að vera á lánunum og það náttúrulega út af þeim eiturkokteil sem verðtryggingin er. Flokkur fólksins búin að mæla fyrir frumvarpi einmitt afnám verðtryggingar. Já. Ég man ekki eftir því hvort það var yfir höfuð nokkur í salnum þegar við vorum að mæla fyrir frumvarpinu. Ég man heldur ekki eftir því að hafi fengið en sérstaklega umfjöllun. Þannig að meðan að þjóðarsálin eða andinn í sko ríkisvaldinu, í þeim sem að halda stjórnartaumana, meðan að viljinn ekki meiri, heldur en raun ber vitni og áhuginn nánast enginn að girða fyrir þennan hroðalega brunn, svo að verði ekki fleiri fjölskyldur sem sogast ofan í hann núna, þá meðan að viljinn ekki meiri, þá náttúrulega ekki von á góðu því miður. Þannig að maður en ég sé aftur, Lóa, ég alveg óbúslega glöð að þú skulle vera komið því að heyri og veit og finn að þú þessi hugsjónakona
Og það nú nákvæmlega þannig sem að þessi flokkur sem þú ert búin að ákveða að ganga til liðs við. Það akkúrat þannig sem hann var til. Þegar þessi kona sem að tala við núna heyrir 9,1% barna sem líða mismikinn skort í okkar ríka landi. Og ég átti bara ómögulegt með að skilja það, ómögulegt með að trúa því, en það staðreynd. Og þessi börn eiga foreldra. Það eru risastórar fjölskyldur á bakvið 9,1% barna. Það eru þúsundir og aftur þúsundir einstaklinga sem eiga sárt að binda hérna. Og þá erum við ekki bara að tala þann hluta eldri borgara. Við erum búin að mæla fyrir hagsmunafulltrúa fyrir eldri borgara til að reyna að vernda þau, reyna að gefa þeim frelsi, reyna að lofa þeim að vinna á þess að vera skertir, reyna að hækka skerðingamark lífeyristekna þeirra og hvað eina annað sem þessi mál sem að lúta að almenningi, bara velkomin í baráttuna Ásta Lóa. Þú ert eftir að finna það og sjá að þó að náttúrulega sé betra og skipti öllu að komast að þessu öflugasta ræðupúlti landsins sem að ræðustóll Alþingis og þar getum við haft hátt og þar getum við sýnt að okkar hópur á málsvara og við getum virkilega barist. En það þá líka eins gott að við reynum að komast einhvern veginn að stýrinu betur vegna þess að sem lítill stjórnarandstöðuflokkur þá getum við gert þetta, kallað, hrópað og haft hátt, vakið athygli. Og þá þurfum við líka að komast að mikrofónunum úti og fjölmiðlar þurfa að sýna okkur áhuga og virða verkin sem við erum að vinna. En því miður þá höfum við þurft virkilega að hafa fyrir því. En svo veist þannig að það bara hver svona risastór hugsjónar manneskja eins og þú sem kemur til liðs við okkur og náttúrulega mun skipta okkur öllu máli þegar kemur að því að ganga til kosninga. Þannig að ég segi aftur, og nú spyr ég bara beint, af hverju valdur Flokk fólksins? Já, af hverju valdi ég Flokk fólksins? Sko, það í rauninni, út af þessari baráttu sem að flokkurinn hefur sýnt og að flokkurinn hefur aldrei, þingmenn flokksins og flokkurinn aldrei í rauninni gefið spönn eftir í baráttumálum sínum. Og mér finnst það rosalega flott vegna þess að ég og hagsmunasamtökin, við erum til dæmis nákvæmlega það líka, við gefum ekkert eftir í grundvallaratriðunum sem við erum að berjast fyrir. Það getur verið að setja deilum leiðir og að markmiðinu og annað, en það er ekkert gefið eftir með hvert við erum að fara, aldrei. Og svo finnst mér eiginlega Flokkur fólksins, því ég var svona að horfa á þetta þá einhvern veginn, ég gat eiginlega ekki tengt hann við pólitík, sem svolítið skrítið að segja því hann er nú þingi að sjálfsögðu og þar pólitík og allt það. En þetta eiginlega samt, þó það sé kannski mótsögn í að segja það, þá þetta eiginlega ópólitísku flokkur. Af því að ég skynja hann svolítið þannig, hann berst fyrir málefnum. Og hann stendur fyrir málefnum og hann stendur á sannfæringu og það ekki, það ekki verið að spá í einhverja, ég veit ekki hvað ég á að segja, pólitík á bakvið eða hagsmuna aðila eða eitthvað þessu. Og mér finnst það skipta alveg gríðarlega miklu máli. Það er bara alveg bara yndislegt að heyra þig segja þetta vegna þess að þú ert að lesa okkur alveg nákvæmlega rétt. Auðvitað sprettur þessi flokkur upp úr engri pólitík. Bara einhverju ömmu og eldhúsgólfinu heima. Ég var ekki með neinn bakjarl pólitískan. Við erum ekki klofningsbrot út úr neinum öðrum flokki. Við erum engin formaður sem fór í fílu af því að hann fekk ekki formannskjör eða neitt slíkt. Það var engu slíku til að dreifa. Þannig að eins og þú segir Ásta, Lóa, þá erum við einmitt bara eingöngu hér að hugsjón og eina sem að við viljum gera og höfum sett á okkar stefnu alveg frá degi 1 og vorum stofnuð utan það er að útrýma fátækt og spillingu. Það þarf hvorugt að vera. Til dæmis, ég er næsta viss um það ef við gætum útrýmt spillingunni þó það væri þá ekki nema 75%. Því að alltaf verða þarna einhverjir aðilar sem eru tilbúnir að maka krókinn og vera rótspiltir inn að hjarta rótum á þess að maður geti kannski tekið á því öllu í einu. En að ná þessu svona skref fyrir skref, ég hef þá tilfinningu ef við getum höggvið í spillinguna, þá myndum við útrýma fátæktin í rauninni bara hreinlega bara næstu því að sjálfum sér. Vegna þess að Ég er alveg sammála því. Við höfum stundum notað það hjá hagsmunasamtökunum. Við erum með
okkar uppáhalds orðtak dropinn holar steininn. Það svona lemjum við og lemjum með það, sem sagt þannig og ég og stundum sagt og haldið þið að fjármálaráðherra lesi þetta, haldið þið að þessi, það í rauninni ekki alltaf það sem málið snýst málið snýst að koma málunum á framfæri og vekja athygli á þeim. Ég var einu sinni beðin að tala á fundi og segja svona aðeins sögu mína og ég sem sagt þá kom upp með yfirskriftina að brjóta múrvegg með skeið og þetta svolítið, það oft tilfinningin sem maður hefur. Þú veist, þetta og ef ég tek eins og bara hagsmunasamtökin sem að eru stofnuð upp úr hruninu af bara fólki sem að í rauninni hafði ekkert endilega komið nálægt einu svona áður, heldur bara allt í einu stóð bara frammi fyrir að eitthvað varð að gera. Þú veist, þetta svona annarkvort, þú veist, gerir eitthvað eða bara þú gefst upp en roll over eða eins og þú veist bara, og það bara einhvern veginn, það ekki í boði að gera það. Nei, ég var ekki með þar og ég stend alveg á öxlunum á öllu þessu góða fólki í dag, skilur við, þú veist, það ekkert, hagsmunasamtökin unnu alveg stórkostlega og flott starf löngu áður en ég kom í þau og þannig að, þú veist, bara það verður að vera alveg á hreinu og allt sem þau hafa áorkað, þetta fólk sem var á undan mér og allt þetta fólk sem búið að vera í stjórn og við erum með alveg frábæra starfsmenn og allt það og eins og ég segi, maður stendur upp á öxlunum á í rauninni því sem á undan gengið. En hagsmunasamtökin nákvæmlega hafa verið þetta að standa upp og berjast gegn, ég stundu sagt, við berjumst gegn öllu fjármagninu í landinu, öllu kerfinu og við erum sjálfboðaliða samtök með valfrjáls félagsgjöld og þetta náttúrulega í rauninni fallegustu samtökin og félagsskapurinn sem við erum að sjá hérna út allt. Svona hagsmuna samtök sem að í rauninni spretta bara upp úr grasrót hugsjónar, þar sem að viðkomandi bara vill fá bara réttlæti. Ég held að jöfnuður og réttlæti, við erum kalla eftir réttlæti. Við viljum fá sanngjarnt samfélag og réttlátt, ekki að þurfa að standa í röð og biðja um mat og biðja um ölmus og vera alltaf brotin niður. Það eru mjög margir sem ég veit sem eiga svo óbúslega með sárt að binda en samt sem áður geti ekki fengið sig til þess að biðja um mat og biðja um hjálp. Heldur sitja heima einir og bara og eigi ekki mat á diskinn. Allt þetta. Það nefnilega þessi skömm sem sett á þá sem á einhvern nátt lend undir og þetta eitthvað sem þó að það sé í öðrum málum og þá var það líka gert eins og eftir hrun með þá sem lenti í vandræðum. Þetta var svona, það var farið út í enska hugtakið public shaming. Það var ekki þeim að kenna. Já, það var ekki þeim að kenna, en svo skrið einhvern veginn allir svona svolítið í sín horn og reyndu að díla við þetta á sínum forsendum og það rosalega erfitt, það skömm yfir því að ráða ekki við afborganir á heimili sínu. En þú veist, en í rauninni, þú veist, og ég þurfti alveg að komast yfir þá skömm á sínum tíma. Þegar ég allt í einu ég horfði við söguna og ég sagði að ekkert af því sem gerst hérna mér að kenna. Og þar með bara einhvern veginn, nú ætla ég að láta mér heyra. Og þú veist, eins og ég segi, þetta nefnilega, það þess vegna líka sem alltaf svo auðvelt að halda áfram að brjóta á sama hópnum vegna þess líka að hann þegar þið vantar mat, eða þau ert að missa heimilið þitt, þá hefur ekki endilega mikið baráttuþreka því að þar hugurinn. Og sjáðu hérna, hvernig á láglauna fjölskylda mögulega geta leigt hér húsnæði, 3-4 herbergja húsnæði á 200 til 300.000 krónur á mánuði. Hvernig á það að vera mögulegt þegar það akkúrat það sem þau eru að fá útborgað fyrir fulla vinnu? Hvernig þetta hægt? Hvers slags samfélag þetta? Og mér langar til að segja bara við ykkur öll, bara litla dæmisögu sem að ég heyri frá hérna manni sem var að vinna út í Kuala Lumpur, var búinn að vera þar í allnokkur ár að vinna hjá Air Atlanta. Hann sagði, það engin, ekki einu sinni lægst launaðasti einstaklingurinn hér, hvort sem það í verslun eða þrifum eða hverju sem það engin svoleiðis hér að hann geti ekki keypt sér íbúð. Það geta allir keypt sér íbúð hér vegna þess að þeir vita á morgun og næsta ár og þar næsta ár og ári eftir 10 ár hver greiðslubyrðin og hvers ætlast til að þeim og hvað þau þurfa að borga. Og það alltaf eitthvað net sem grípur það. Svona við alltaf að groppast yfir því að vera með eitthvað æðislegasta lífeyrissjóðskerfi, öryggisnet og hvað eina annað sem Við vitum náttúrulega lífeyrissjóðurinn, þetta bara lögþvingað 15,5% af launþeganum. Þessu bara stólið af honum meira og minna. Það bara þannig.
Ég vissum að það verið margir þarna úti sem vildu bara fá að ráða því sjálfur hvað gerðu við þessi 15,5%. Ávöxtuðu þá sjálfur og legðu það inn á sinni enga reikning sjálfur og getur gert það sem þið sýndist. En það er eitt orð sem við erum að ætlum að mylja hér mélinu smærra og þegar þú talar um teskeiðin á múrvegnum sem var náttúrulega alveg ótrúlega flott svona, myndlíking á í rauninni raunveruleikanum að þá mun þessi teskeið eða matskeið eða hverslaskeið sem það er, hún mun breytast í risastóran múrbrjót ef að lýðræði talar og sá þjóðfélagshópur sem að við erum að berjast fyrir af hugsjón, ef þau taka með okkur saman höndum og bara segja að þau hinga á ekki lengra, hér hefur kjörtímabil eftir kjörtímabil eftir kjörtímabil verið lofað öllu fögru, hér kemur hver kanónan upp að öðrum og þykist alltaf bara á þing og redda málunum. En ég meina staðreyndin er önnur, þannig að það þarf bara að gefa okkur, til dæmis í þessu tilviki, þá held ég að flokkur fólksins sé bjartasta vonin fyrir í rauninni þá sem að eru að standa í höllustu fæti í þessu samfélagi. Við erum vonastjarnan og ég ætla að vona að við getum talað þannig inn í kjósendahópin okkar að hann átti sig á því að við erum komna til að sjá og sigra Sigurjón digra, en við þurfum hjálp til þess. Við þurfum powerið, við þurfum að breyta þessari skeið á múrvegnum í sleggju, bara algjöra múrbrjót og þá erum við óstöðvandi líka. Hvað finnst þið nú þessa ræða? Nei, ég verð alveg bara ég fer alveg í ham sko þegar er það að tala þessi hjartansmál og ég veit að þú brennur fyrir líka, þú veist náttúrulega. Það náttúrulega sko einmitt þetta, fólk að kalla eftir breytingum og það, þú veist, maður heyrir það, bara fólk vill breytingar, það sjá allir að það allt og mikið af alls konar spillingu og ég hef stundum, það var nú eitt sem ég glemdi að segja við fólks að því að ég hef sagt það í mörg ár, mér finnst það skipta svo miklu máli hvar þú staðsettir þig ef þú fer í baráttu, það að segja að staðsetja þig eins og til dæmis í pólitík fyrir fjármálakerfið og bara peningana og allt það, staðsetja þig fyrir heimilin. Vegna þess að þú tekur allt öðruvísi ákvarðanir ef þú staðsettur í þannig að allt sem ég ætla að gera unnið út frá hagsmunum heimilanna eða þá í hinn áttina. Það bara hefur öll áhrif á ákvarðanirnar. Þess vegna fannst mér líka svolítið flott einkunnarorðin ykkar, þarna fólki fyrst, svo allt hitt. Algjörlega. Það er nefnilega nákvæmlega þetta sem þarf. Það þarf þessa hugsun. Það ekkert endilegt að segja til hvernig maður muni bregðast við einstaka málum, en ef að þetta útgangspunkturinn, hagsmunir heimilanna, hagsmunir fólksins, hagsmunir, þú veist, bara fjöldans og réttlæti almenningur, fólki í landinu. Þá tekur aðrar ákvarðanir heldur en ef þú ert að hugsa að verja fjármálakerfið. Og mistök sem hafa verið gerð áður. Og ég held sko það þarf að fara í bara, hvað að segja, það þarf í heildar uppstokkun á forgangsröðum fjármuna. Já, það þarf að gera það. Og það þarf að gera því þá og fólksins, fólkið í fyrsta sæti. Það er það sem þarf að gera, en ekki sjálftaka og hækka greiðslu til stjórnmálaflokka, koma með alls konar, það var ekkert mál að setja 120 milljónir í eitthvað minkafóður á meðan við gátum með töngum 30 milljónir fyrir fátækt fólk til að gefa þeim mat fyrir jólin. Maður verður rosalega oft, ég fæ oft svona bara sting, sko, bara sársauka sting og mér finnst þetta svo óréttlátt og svo ósanngjarnt og ég veit ekki út af hverju fólk sem kjörið þarna inn og þykist vera að vinna fyrir alla að það skuli í rauninni afmarka sig svona óbóðslega sérstaklega fyrir hagsmunagæslu fyrir ákveðna hópa. Það er bara hagsmunagæsla. Þetta er alveg með ólíkindum, þetta er eitthvað það sem kom mér langmest á óvart þegar ég fór inn á þingið, hvað í rauninni fagurgalinn mikill og endirnar litlar í takti við það. Og þannig að því fleiri sem við verðum til þess að berja á þessu, því meiri möguleikar að við náum alvöru árangri. Já. Og það líka sko að ég allavega vona það að þegar fólk lítur á hvað ég hef verið að gera, að þá hef ég verið samkvæmt sjálfur mér, ég hef aldrei kvikað frá því og nú ég hins vegar bara komin á þá skoðun að eftir hagsmunasamtökin núna 9 ára 12 ára, voru stofnuð í janúar 2009
og sko þau bara spretta upp úr krassinu sem að verður þarna og bara ótrúlega og þessi skelfingu sem að ríður yfir heimilin. Og þegar að ljóst var að það væri verið að fórna heimilunum, að þá sem sagt sprettur fólku í rauninni til varna og svo bara hefur þetta, og það er enginn sem að ver hagsmuni neytenda á fjármálamarkaði nema hagsmunasamtök heimilanna. Og það er í rauninni, þetta er rauninni alveg með ólíkindum. Þú getur til dæmis fólk fær ráðgjöf í fjármál í bankanum fyrir hvernig heldur að þjónustufulltrúinn sé að vinna. Hann er ekkert að vinna fyrir kúnnan, hann er að vinna fyrst og fremst út frá hagsmunum bankans. Og það er hvergi hægt að fá óháða fjármálaráðgjöf nema reyndar, nú erum við farin að geta boðið upp á hana því að við fengum styrk, við erum farin að geta auglýst hana, við höfum alltaf boðið upp á hana, við höfum alltaf geta auglýst hana. Það er stórkostlegt. Þannig að bara, þú veist, en sem sagt, þetta týndi ég aðeins þræðinum, við allavega sem sagt stöndum þarna og höfum gert og ég fyrir mig, kvikum aldrei og ef við fáum svoleiðis fólk, ef fólk sem að rísi ekki alltaf inn upp bara 2 mánuðum fyrir kosningar og segir ég er rosalega náhuga á samfélagsmálum, heldur hefur aðeins sýnt að það hafi þraut sig. Ég vona að kjósendum muni finnast það einhvers virði. Það muni gera það og ég get sagt eins og það er oft sagt við okkur til dæmis, ég spurði að því hvað árangri hafið þið náð einhverjum árangri í flokki fólksins? Hvað hefur þið svo sem gert og hvað hefur þið svo sem gert af því sem þið voru að lofa og sögðust alltaf gera og allt það? Ég segi nú í fyrsta lagi við þetta fólk, viljið nú ekki kynna ykkur fyrst að við erum 2 í stjórnarandstöðu og ef þyrfti nú ekki meira en það til þess að geta hrinda öllu sín í framkvæmd þá óbúslega væri nú gott að lifa á Íslandi í dag fyrir alla, ekki bara suma. Nú, við vorum hér 4 manna þingflokkur til að byrja með. Við þurftum að ganga mjög fljótlega í gegnum mjög bara mikla erfiðleika, þar sem að við erum reyndar algjörlega svikin og þurftum að láta fara helmingina þingflokknum sem að náttúrulega fór þangað sem að nátti heima í miðflokkin. En það sem maður er að hugsa samt sem að við geti sagt þetta, allt í lagi, við unnum mál hérna, dómsmál fyrir hönd eldri borgara. Það er að kosta ríkissjóði núna hátt í 7 milljarða króna með vöxtum. Ég vil leyfa mér að efast það, að það séu mörg svona dómsmál, þar sem ríkið hefur þurft að greiða hærri upphæð fyrir það lögbrot sem að það framdi gagnvart í þessu tilviki, þessum hópi eldri borgara. Þannig að ég segi, við höfum líka afnumið skerðingar á bensínstyrk og alls konar, þetta voru styrkir til lyfjakaupa og alls konar sem voru skatlaði bara fullum fetum og skertu í rauninu leið. Þannig að við erum búin að afnema það var bara tekið utan það af öllu þinginu eins og að lagði sig og fellt niður, þannig að það er risastór árangur. Nú, við höfum náð þeim árangri að þú ferð til dæmis inn á Alþingisvefinn, þá getur þú skoðað ítar orð, svona leitað í textum frá ræðum alveg einslangt aftur og vilt. Þú getur til dæmis eins og ég pröfaði að fara til ársins 2000 og fram til ársins 2017 annars vegar til að sjá á hvað þessu tímabili þegar Flokkur fólksins er ekki komin inn á þing. Hversu oft höfðu þá þingmenn verið að tala um fátækt, skattlagningarfátæktar, þjóðarskömmina fátækt, fátækt barna á Íslandi, hjálparstarfsemi og hjálparstofnanir, matargjafir og allt þetta. Það er hægt að telja það á annarri hendi, þrátt fyrir að hafi gengið hruni gegn þarna í millitíðinni. Eftir að Flokkur fólksins kom inn hins vegar, 2017 í desember, þá getur líka fólki pröfað að skoða hversu oft hafa þessi hugtök verið notuð síðan á Alþingi Íslendinga. Ég get alveg sagt ykkur það að hvern einasta dag á þessu kjörtímabili þá höfum við talað og ekki dregið neitt af okkur, ég og Guðmundur Ingi Kristinsson, þá raunverulegu stöðu sem stór hluti tugir þúsunda Íslendinga búa hér við í dag. Staðan verður þannig að það er komin hér flokkar sem að í rauninni voru í hruninu reistu skjaldborg fjármálaöflin, eins og Samfylkingi gerði með Vinstri grænum. Þeir reistu einfaldlega skjaldborg fjármálaöflin, reistu gjaldborgina heimilin og það er undir þeirra á þeirra vakt sem alla þessar fjölskyldur eru bornar út. En nú eru þessir klæddir í engla líki þeirra sem ætla að kalla virkilega á jöfnuð og tala fátæktina sem aldrei fyrir sem þeir höfðu ekki gert 17 árin frá 2000 til 2017. Þannig ég er að segja, fólk verður að læra að lesa í
þetta blessaða pólitíska landslag, þó maður vilji sem minnst vera pólitískur sem slíkur og segja það eru málefni sem skipta öllu máli og við fylgjum þeim eftir, þá dapurt faktist að sjá hvernig alltaf reynt að, það verður að tala popúlisma, þú hefur heyrt það hugtak. Já, já. Ég nú aðal popúlistin segja þér, þó ég veit nú ekki alveg út af hverju nema hvað ég frábær poppari, sko, gaman að syngja og rocka og svoleiðis, en hérna, popúlismi eins og ég hef skiljan, hann einhver sem kemur með einhvern frasa og einhverja setningar sem hann að nota til þess að tala inn í einhvern ákveðin hóp út í samfélaginu, helst í þá alla og nota bara einhverja aðferðina til þess að vekja á sér athygli, til þess að sjáðu tindinn, þarna fór ég maður, ég frábærastur og eitthvað svona, en mér gæti ekki verið meira sama, okkur í Flokki fólksins gæti ekki verið meira sama, við segjum bara það sem við meinum og við meinum það sem við segjum og hvernig svo sem einhverjir spekulantar út í samfélaginu ætla að lesa í það bara, við höfum bara höllum okkur aftur í sætinu og höfum gaman að því, þannig að hérna, þú ert eftir að hafa svo gaman, að verður svo gaman hana, ég veit, þú trúir því ekki og ég segi hérna en að lokum ást að lofa, það eitthvað sérstakt sem að hérna svona þið langar að segja eitthvað svona skemmtilegt eitthvað? Já, þú er náttúrulega búið myndi þetta Inga. Nei, bara svona okkar skemmtilegt sem við langar að segja eitthvað skemmtilegt bara, já, bara hvað sem bara frábært að vera komin Já, ég hérna kannski bara myndi vilja segja það að ég bara mjög spennt fyrir því sem framöndan ég held að, hérna, og ég er alveg samfærð ég hef alveg mér réttan vettvang og hérna að við eigum eftir að sjá hluti gerast, ég vonast til að við sjáum fleiri góða ganga til liðs við okkur og hérna við munum bara fá tækifæri til þess að gera hlutina sem okkur langar til þess að gera, Íslandi til góðs, bara öllum til góðs, mér langar til þess að sjá það gerast. Ég segi sama, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, hérna, fyrsti kynnti frambjóðandi Flokks fólksins í komandi kosningum, það búið að vera bara frábært að hafa þig og hérna, ég hlakka til og við öll að taka saman höndum og við ætlum að sýna hvað í okkur býr. Þannig ég segi bara og þið, kæru áhorfendur, bara þangað til á næsta sunnudag, klukkan 2, þá kynnum við enn einn nýjan frambjóðanda til sögunar fyrir Flokk fólksins. Þangað til þá segjum við bara takk fyrir okkur, ekkert stress og bless bless. Takk fyrir.